Íslenskt atvinnulíf hefur náð miklum árangri á undanförnum árum. Íslensk fyrirtæki hafa sótt fram en það veitir ekki af. Alþjóðleg samkeppni fer sífellt vaxandi og í baráttunum nýja viðskiptavini ekkert gefið eftir. Heimurinn allur orðinn að markaðsvæði æ fleiri íslenskra fyrirtækja og það harður leikur framundan, en undanfarið höfum staðið okkur vel. Árangur atvinnulífsins búinn að vera alveg ótrúlega góður á Íslandi undanfarin ár og við höfum skarað svolítið fram úr hjá mörgum þjóðum. Árangur fyrirtækjanna hefur verið alveg frábær, ekki bara hér á landi heldur líka í útrásinni með rosalega miklum kjarki, seiglu, frumkvæði og krafti. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur vaxið og þroskast. Fyrir rúmum áratug náði veltan á markaðnum ekki 1 milljarði króna allt árið. Í fyrra var veltan hins vegar rúmlega 700 milljarðar króna. Á sama tíma hefur markaðsvirði hlutabréfa í Kauphöllinu vaxið stórlega. Í árslok 1994 nam það 33 milljörðum króna. Í lok síðasta árs nam markaðsvirði rúmlega 1000 milljörðum króna og fór vaxandi. Ég held íslensk fyrirtæki hefur náð stórkostlegum árangri síðustu árin. Þeim hafa verið skapaðar leikreglur sem gera þeim kleift að skapa verðmæti, þannig að þau hafa tekið þeirri hólmgöngu áskorun sem frelsið er. Hraðinn í viðskiptalífinu orðinn mikill. Við erum komin á fleygiferð og í dag eru Íslendingar til dæmis orðnir umsvifamiklir í flugrekstri á alþjóðavettvangi. Aukin umsvif hafa jafnvel haft áhrif á landafræðiþekkingu nágrannaþjóða okkar. Ég man alltaf eftir ég bjó í Þýskalandi þá var Ísland aldrei á Evrópukortinu. Nú komast þeir ekki hjá því að setja Ísland á kortið. Við höfum heilmikið fram að færa á erlendu fjármálamörkuðum. Við höfum reynslu, við höfum þekkingu, við erum óhræddir við að taka ákvarðanir og fara inn í stórverkefni eins og sést í fjölmiðlum hér nánast vikulega. Íslensk fyrirtæki hafa víða látið til sín taka og nú vinna nærri 100.000 manns í fyrirtækjum erlendis sem eru í eigu Íslendinga. Við eigum erindi og eftir því hefur verið tekið. Í dag mjög gott að vera frá Íslandi. Ísland að fá meiri athygli heldur en ég hef séð á mínum ferli erlendis í 20 ár. Á skömmum tíma hafa miklar breytingar átt sér stað í íslensku viðskiptalífi. Ásýn þess hefur breyst. Sjávarútvegurinn okkur enn mikilvægur, ein grundvallarstoða, en fleira hefur komið til. Flóra íslenskra fyrirtækja orðin fjölbreyttari. Það er komið fjölmörg öflug þekkingarfyrirtæki með hundruð eða þúsundir manna sem orðin leiðandi á sínu sviði og alþjóðamarkaði, þannig ég held að þetta sé bara þetta bara bylting sem átt sér stað. Í dag litið til Íslendinga sem skapandi þjóðar. Björk ruddi brautina og fjöldinn allur af hæfileikaríku fólki hefur fylgt í kjölfarið á sviði tónlistar, myndlistar, tísku og hönnunar auk viðskipta. Skapandi hugsun engin takmörk sett. Mér finnst einnig eins og stórhugur og dirfska hafa vaxið og menn hafa látið verkin tala í auknum mæli bæði hér heima fyrir og erlendis. Hverjum hefði dottið í hug að íslenski leikarar myndu setja upp Rómeó og Júlíu á ensku á Bretlandseyjum, flytja Bretum Shakespeare á þeirra eigin móðumál í Lundúnum, en Vesturport átti erindi út. Við höfum bara heilmikið erindi á erlend svið, við erum ekkert verri en þessi bresku Shakespeare leikarar. Sumir leita skýringan á árangri Íslendinga í umhverfinu. Fundist í erlendu stórfyrirtækjum og menn sæju ekki heildarhagsmuna fyrirtækisins fyrir trjám sérhagsmuna einstakra deilda. Og nú eru skógar á Íslandi yfirleitt mjög lágvaxnir og Íslendingar mjög hávaxnir. Þannig mér sýnst að menn hafa yfirleitt borið gæfu til þess að sjá yfir og ná þannig betri sýn á heildarmarkmiðin og þetta hefur oft hjálpað til að ná mjög góðum árangri. Íslenskum fyrirtækjum hefur vaxið ásmegin á síðustu árum. Við höfum eignast fyrirtæki sem framleiða teiknimyndir, tölvuleiki og afþreyingarefni í milljarðavís. Það ný kynslóð að koma sem að hugsa eða sem hugsar Ísland sem hluti af gríðarlega stóru markaði, óhræddir við að fara út og taka orðstunnar. Við erum komin aftur í Víking. Það ekki spurning. Íslendingar eru rík þjóð og það ekki tilviljun að fyrirtæki hafa náð árangri. Og svo má segja kannski almennt að það þessi mikli metnaður fyrirtækin að setja sér skýr markmið og eru mjög árangursdrifin.
Íslenskt viðskiptalíf komið í úrvalsdeild og verkefni næstu ára snýst að tryggja veru okkar þar, stefna hærra og forðast fallbaráttu, vinna glæsta sigra. Íslensk stjórnvöld hafa náð árangri í stjórn efnahagsmála á undanförnum árum. Hér hefur ríkt stöðugleiki og með einkavæðingu ríkisfyrirtækja og auknu frelsi í viðskiptum hefur viðskiptalífið blómstrað. Við höfum náð meiri árangri á undanförnum árum en nokkur önnur þjóð sem stendur í fremstu röð á sviði efnahagsmála og til marks það meiri hagvöxtur, meiri aukning kaupmáttar og meiri lífskjarabati. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mikill og það voru aðeins 4 þjóðir sem gerðu betur en við á síðasta ári. Undanfarinn áratug hefur hagvöxtur raunar verið 2-falt meira á Íslandi en í Evrópu. Á sama tíma hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna mann vaxið stórlega, atvinnulífið hefur notið þessa umhverfis og uppskorið ríkulega. Það kannski ekki síst að þakka þeim breytingu sem hafa orðið í lögum og reglugerðum og frjálsræði sem hér hefur komið í tíð núverandi ríkisstjórnar og ég held að þetta sé bara alveg stórkostlegur árangur og eigi kannski ekki mörg svona hliðstæð dæmi erlendis. Við erum komin í úrvalsdeildina og við tekur að halda okkur þar og gera þar betur á fjölmörgum sviðum. Þar koma bæði fyrirtæki og stjórnvöld inn í myndina. Stjórnvöld eiga ekkert að vera að skipta sér af atvinnurekstri. Stjórnvöld eiga bara búið til ramma þar sem eru heilbrigðar reglur, frjáls samkeppni og gagnsæjar reglur. Ísland í dag í deild með 10 ríkustu þjóðum heims, en við höfum verið í neðri hlutanum undanfarin ár og þurfum að halda vel á spöðunum til að falla ekki deild. Ég held að Ísland getur orðið Svissland norðursins og ríkasta land í heimi ef það heldur áfram að auka atvinnufrelsi og með stöðuleika, fastar leikreglur sem gera einstaklingunum kleift að skapa verðmætin. Með margvíslegum breytingum stjórnvalda á skattaumhverfi fyrirtækja á Íslandi á liðnum árum hefur atvinnulífinu verið búið hagstætt umhverfi, þó enn megi gera betur. Meðal annars hefur eignaskattur á landsmenn verið felldur úr gildi, elsti skattur landsins og tími til kominn eftir 1000 ára samfellda skattpíningu. Umbæturnar voru kærkomnar. Það er líklega stærsta skref sem tekið hefur verið hér til að bæta skilyrði fyrir fyrirtækin á Íslandi. Og árangurinn hefur náttúrulega skilað sér síðan. Skatttekjur hafa hækkað og fyrirtæki hafa verið að flytja hingað og þannig að mörguleyti þessi góða árangur komið til vegna þeirra ytri aðstæðna sem fyrirtækin hér boðið upp á. Það er mikil ábyrgð lögð á herðar stjórnarherra landsins og árangur þeirra við landsstjórnina skiptir atvinnulífið miklu máli. En hvar er breytinga þörf? Hverju myndir þú breyta ef þú væri forsætisráðherra í einn dag? Við erum held ég með heimsmet í stofnunum og flækjust í eins opinbera með hversu lítið þjóðfélag við erum með. En að leiða um út að einfalda þetta þá held ég við erum með skilvirkara atvinnulíf. Ég myndi afnema innflutningsskatt á landbúnaðarvörum. Myndi sennilega gera þetta tvennt fyrir hádegi sko. Ég myndi vilja að stjórnvöld myndi ganga lengra til þess að bæta starfsumhverfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Hún er náttúrulega alveg skelfilega sterk núna og búið að vera fyrir nokkuð langa tíma sem hann tengist þessum miklu vaxtahækkunum á Seðlabankanum. Þannig að skilaboð mín væri kannski fyrst og fremst að hemja ríkisútgjöldin þannig að ekki komið til þessa miklu vaxtahækkana og svo myndi ég sennilega draga tilbaka lögin sem varða stjórnunarhætti fyrirtækja. Að mínum að þetta lög sem ekki eiga rétt á sér og er engin þörf fyrir að setja á. Ég myndi stuðla að enn frekari breytingum á skattalögum til hagsbóta fyrir atvinnulífið og ýta úr átaki erlendis í samráði við atvinnulífið með það leiðarljósi að laða erlend fyrirtæki og erlenda fjárfesta inn í atvinnulífið. Það er engin sérstakur hvati í því að standa sig vel í umhverfismálum. Það mætti setja inn hvatakerfi í því þannig að það væri orðið einhvers virði að vera með vottakerfi og framistæði umhverfismálum væri skilaði meiru. Stjórnvöld, ríkið og sveitarfélög eru mjög umfangsmikil í rekstri í heilbrigðisþjónustu og menntakerfinu. Þetta er einmitt þau svið sem að konur hafa menntað sig sérstaklega til starfa. Meiri hluti þeirra sem eru á þessum sviðum eru konur. Og þannig að ég tel að næsta skrefið sé að ríkið í meira mæli fari í samstarf við einkaaðila rekstur. Það er nefnilega ekki svo að þó að ríkið borgi, þá þurfi ríkið líka ríkisstarfsmenn að reka það.
það er mikilvægt núna að samkeppnislög sem að sett verða hér á landi núna, að þau séu ekki þannig að þau séu meira íþengjandi heldur en gengur að gerist í samkeppnislöndunum okkar. Og ég hef áhyggjur af því. Og jafnvel ríkisvaldið enn í samkeppni við einkafyrirtæki ýmiss konar þjónustu sem mér finnst fráleitt. Í þriðja lagi þá eigum við að markaðsvæða enn frekar þjóðfélagið, bæði skólana og heilsugæsluna. Hafa að leiðarljósi mannúðarsjónarmið, tryggja öllum aðgang að þessari þjónustu, en opna möguleika fyrir starfsfólk og framtaksama einstaklinga að veita þjónustuna og fyrir viðskiptavinina, neytendurna, að fá að veljum ólíka þjónustu. Síðan eigum við líka að treysta eignarréttin á auðlindum eins og við getum. Síðan eitt sem að mér finnst stjórnvöld hafa nú ekki gert nógu vel og ég myndi breyta því að ég væri forsætisráðherra, og það að sjá til þess að opinberar stofnanir og sveitarfélög greiði reikning á réttum tíma. Þetta eitthvað sem ég vissi ekki áður en að ég var forstjóri Tæknivals, að slíkt væri venja hér á landi að greiða ekki reikning á réttum tíma og greiða ekki dráttarvexti, og mér finnst þetta bara stjórnvöldum og landinu til skammar. Íslenskt atvinnulíf og íslensk stjórnvöld hafa náð árangri á mörgum sviðum, en velgengnin getur gert okkur sljó. Við getum mist sjónar á markmiðinu sem að halda sæti okkar í úrvalsdeild. Þetta eiginlega alveg eins og að hjóla. Til að komast áfram verðum við stöðugt að leggja eitthvað að mörkum, og ef við missum einbeitinguna, hættum að reyna á okkur, þá draugust við aftur úr. Höldum áfram að hjóla. Það eru spennandi tímar framundan. Möguleikar íslenskra fyrirtækja og íslensk athafnafólks til að sækja fram eru fleiri en nokkru sinni fyrr. En það fæst ekkert gefið. Samkeppnin virðir ekki lengur landamæri. Því mikilvægt að horfa til framtíðar, átta sig á stöðunni og ákveða hvernig við ætlum að ná árangri, bæði sem einstaklingar og sem þjóð. Samtök atvinnulífsins hafa gefið út nýjar áherslur atvinnulífsins í 11 málaflokkum. Það miðað að því að skapa íslensku viðskiptalífi samkeppnishæf starfsskilyrði á öllum sviðum. En rýnum í framtíðina, skildum vera björt eða svört. Ég held að hlutinni getur gerst miklu hraðar í framtíðin og komist miklu lengra. Bæði við höfum núna sterk fyrirtæki sem við getum byggt á. Við höfum betra umhverfi en við höfum þá. Við höfum kynslóð af fólki sem veit hvernig á að gera hlutina. Við höfum trú fjárfesta. Þannig að það er svona algjörlega undir okkur komið sjálfum hversu langt við förum. Ég sé fyrir mér öflugt íslenskt atvinnulíf í framtíðinni með alþjóðlega rætur. Ég tel að frumkvöðlar alþjóðavæðingar íslensks atvinnulífs komi til með að verða íslenskum athafnamönnum og konum áframhaldandi hvatning til dáða, og það mun efla okkur öll til framtíðar. Varðandi framtíðina, þá á ég mér draum að konur verði metnar að verðleikum. Ég á mér draum að einn dag falli niður klisjur hvað konur vilji og hvað konur geti. Framtíðin lítur að vera björt. Við sjáum mjög mikið sjálfstraust í íslensku fyrirtækjum sem er kannski einkennt íslensk fyrirtæki síðustu ár. Sjálfstraustið hefur aukist heldur mjög mikið og metnaðum til að takast á við stór verkefni og menn að láta þessi verkefni ganga. Það er náttúrulega ýmis merki, það er mikil hraði í öllu og það er mikil þensla, og það er náttúrulega ákveðin hætt alltaf það mikil þensla að menn svona ofhittni og keyri yfir, en ef okkur tekst að vinna okkur í gegnum næstu 2-3 árin, þá held ég að Ísland eigi framtíð fyrir sig. Við höfum valum það hvernig framtíð okkar verður háttað, og það er dýrmætt. En stóra spurningin er þessi: mun Ísland spila áfram í úrvalsdeild? Ég myndur að segja hvort ekki tími til komin að fara að stefna á meistaradeildina. Já, hygglust. Við verðum þar áfram. Pottþétt, og ekki bara vera í úrvalsdeildinni, heldur bara vinna hana líka. Ef við erum í úrvalsdeildinni, sem við getum svo sem velt fyrir okkur, þá á sjálfsögðu stefnum við á meistaradeildina.